eitt besta lag allra tíma. Heitir Crazy Bastard og sungið af 70 mínútna strákunum og Kvarasi. Eðalslag hér á ferð, þriðju dagur, klukkanorðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Og eins og alla þriðjudaga situr hann beint á móti mér krullherða kjötbollan, hinn síkátti Sverrir. Já. Hvernig ertu? Ég ljómandi fínn maður. Þetta er fyrsti þátturinn þinn árið 2013. Já, skrítið. Já, það ekki. Ótrúlega skrítið. Já. Það er eitthvað sem segir mér samt að 2013 verið þitt ár. Já, ég held það. Já, 13 hefur alltaf verið þín tala. Já, ég reyndar verið að bakka með það, sko. Já, er það ekki þín tala? Jú, það getur vel verið. En sko, ég hef alltaf mjög svona litlar væntingar á nýja ári. Nú? Ég veit ekki ekkur. Nei, ok. Mér finnst árin svo ógeðslega fljóta að líða. Já, þetta er orðið svona pínu hjá manni, eins og hjá mér, sko. Ég fattaði það að blessu sér minninga hans afa míns. Já, nafniðinn. Nafni, Unnar Blöndal farinn, að þetta er eiginlega svolítið í dag fyrir mér. Enga fréttir eru góða fréttir. Já. Jú, vissulega kannski einn daginn verið svo heppinn að eignast börn eða eitthvað, sem var kannski gaman. En annars er þetta bara, veist, enga fréttir, bara fínt. Mér líður vel og það er allir heilbrigðir í kringum mig og life goes on. Já, er það ekki bara ágætt? Allt, já. Það er ágætt ef að maður fær einstaka jarðskjálfta eitthvað svona eldgos eða eitthvað. Já, svona til að krydda þetta, minnur. Já, ef enginn slasast bara. Já, má enginn deyja. Já, má enginn deyja. Þú veist, eins og ég var alveg til í eitthvað good shit kötlugos. Já, bara og halda öllum föstum á Íslandi, ég var ekki til í það. Hversu leiðilegt er að geta ekki farið til útlanda. Spáði, til dæmis þú fórst á Rolling Stones daginn, þá eru mistað því. Já. Út af einhverju gosi. Já, ég var til í gos sem myndi ekki stoppa flug. Já, nýja gosið þarna sem að með svona seinni ösku. Já, ekki öskugos. Nei, ok. Bara eldgos. Já, bara sjá þetta flæða. Já, og það fara allt í rúst en allir sáttir. Hvað stendur upp úr árið 2012 hjá The Mushroom Man? Ekki neitt. Ekki neitt. Skítár. Skítár. Nei, þetta var það sem stendur upp úr. Já, var eitthvað sem gerist í 2012? Nei, veistu það. Aldrei svo vant egnaðastu ekki barn? Nei. Já. Gaman að því. En ég egnaðist barn alveg í blá endan á 2011. Já. Þannig að 2012 var svolítið... Opnaði augun kannski? Já, hann opnaði augun á nýja ári, sko. Já, fekk nafnið ekki? Fekk nafn og skýrður og er að braggast og er orðin svona ágættur. Já. Maður er að kynnast hann. Fann að tala það? Nei. Þetta er þriðja barn, sko. Það er svolítið með öll börnin, þau byrja ekki að tala fyrir að vera eitthvað 4 og 5 ára. Já, þau hafa vit á því að tala ekki nema þau hafa eitthvað að segja. Eitthvað sem ég mætti að kynna mér. Já, en það er sko, með þriðja barn þá er maður ekkert eitthvað að hvetja það, sko, áfram. Nei. Maður er ekkert að hvetja hann til að læra að labba. Þið eru núna með 3 börn, alveg eins og mamma mín og pabbi. Já. Vonandi samt, skiljið þau ekki. Já, það er nú allir gangur því. Nei. Þetta er ekki að lofa þeim svona 9 ári. Þetta líf er svo stutt, maður. Maður getur ekki að hangja á sömu kerlíkinn allan tíman. Nei, það er ekki hægt að við erum með þetta og skemmtilega þáttandi ykkur. Sem fyrr, ég veit ég segi þetta oft en það er bara þannig í dag. Við ætlum að heyra í ömmu minni. Já. Og það er ekki ástæðlausið því að Justin Bieber, ég veit að amma er ekkert að hlusta núna, en við getum alveg sagt það. Nei, hlustar hún ekki? Jú, kannski dettur inn. Ekkert voða mikið að amma mín og afi sé að hlusta FM 957, sko. Nei. En það sem að ég vil gera á eftir er svona, ef það gengur, ef hún er ekki að fatta, þá er þetta bara að. Ég ætla að svona segja ömmu og ég sé að fara að fá mig tattoo og ég ætla að tileinka henni það. Já, alveg rétt. Svona eins og Helgi Ómars gerði hérna tískulögga og félagi og svo var Justin Bieber líka tileinka nýjasta tattoo. Já, tileinka afa sína það. Ég ætla að prófa að ringja ömmu mín á eftir og segja henni að ég sé að fá mig tattoo. Hvernig svona, hvað vill hún? Já. Hvað vill amma ég fá mér? Já, og hvar og hvaða mynd af henni væri best? Já, ný eða gömul mynd af henni og allt það. Svo erum við sturglaða staðreyndir á sínum stað. Það eru ekki fann að neitt. Það hljóma mjög vel. Við ætlum að fara í truflað símtal sem við gerum ofta á þriðjutum. Svo ætlum við að ringja í kannski önnusvöfu út af skaupinu. Já. En það verður smá tvist á því. Förum aðeins í það, sko. Ef ekki ringi hann og bara láta eins og allt það er ræðislegt. Já. Bara hlæja öllu sem var bara Óla Ragnar stæl og... Já, það hljóma mér. Það er hér og eftir sveppa lottóið á sínu stað. Nei. Það er alltaf skemmtilegt. Það er ekki 100% að það verði. Það verður í beinu útsendingu á þessu sinni og getur orðið mjög skemmtilegt. Þannig að það er nóg að vera hjá okkur. Áramóta lottóið. Áramóta lottóið er eitthvað sem þú vilt koma framfæri á. Þú sitt hérna á næsta lag sem að mér finnst alveg hrikalega flott. Koma framfæri? Já, eitthvað svona, svo segja þetta í lokin svona. Nei, bara eitthvað, þú veist, lenda innkomina. Bara takk fyrir gamla. Þetta er búið að ræði. Þú er að vangi. Þetta lag heitir Night Call, er úr bíómyndinni Drive og er alveg hrikalega flott að mínum að.
Hlusta á FM 95 blöð og eins og alltaf á þessum tíma dags þá komið að slúðri. Já, landsveginni við fengið góð slúður. Já, veistu, ég er ekkert með besta slúðupakka allra tíma núna en Hvað þetta, Rihanna og Justin Bieber byrjuð saman? Hvorugt, en það er mikið, ég er ekki að tala um þau eru hætt saman, þú veist það, Justin Bieber og Selena Gomez voru hætt saman aftur yfir hátíðarnar, maður, leðilegt. Já, við með þetta. Stregi. Já. Hann er ungur og hún er ungur. Já, en þessi skilnaður eru eitthvað að fara í líðan því það er bara að nást myndir á hann með reykjandi gras út kvimpin á kampinn, maður. Já, má það ekki þarna í Ameríku? Já, þetta er neitt algengt þar held ég. En allt vitlaust. Og það Má ekki segja að það sé nú bara skárri en heldsbrennu inni? Já, hvað veit ég? Ég segi það. Snerti hvorugt. Það er komið að slúðri og Britney Spears. Já! Þú þekkir hana nú? Já! Oops, I did it again. Rétt þessu uppi. Og hún er að skilja. Já. Það er verið að tala um það að hún og maður, ekki maðurinn, heldur, fiancé, þau eru trúlóðu. Kærasta hennar Jason Travick. Samband þeirra er víst búin að vera á hálum ís síðustu mánuði og hafa þau ekki sofið í sama svefnherbyggi núna í einhverja 3 mánuði. Hvernig veist þú það? Því ég er að lesa það hérna. Það er náttúrulega allt satt sem stendur á þessu blaðinu. Og hvað helst ég? Bara hangi út í hotni hérna með það? Ég er að lesa þetta bara beint úr slúðrinu. Já. Þetta er ofta satt. Og sem kemur í þessu. Já, svona, veist, a friend told, eða eitthvað svona. Já, en allavega, þá er hún ekki heldur lengur með trúlónarhringinn. Akkur er hún búin að taka hann af sveppi ef það er allt í guddi þarna. Kannski er hún með bjúur á puttunum og eftir jólinn og hringurinn passar ekki. Ég vona það. Lentið þú í því? Ég heldur að Britney get ekki svo svín, sko. Nei. En allavega, þá er eitthvað vesen og það er leiðilegt. Viljið þið ekki Britney vel, greinu? Jú. Það er vera vesen hjá henni síðustu ár og hún er svona að rífa sig upp. En ástæðan fyrir sambandslitunum ávist að vera að hann vill barn. Hún á náttúrulega 2 stráka með feitabólinn og dansaranum Kevin Federline. Já. En hann vill eignast barn með henni líka. Já. En hún er ekki til, af því að ferillin hennar er skyrockin eins og stendur hérna. Já, ok. Já, hún á að heitast að lagið í Bandaríkjunum í dag og er í X-Factor og segist ekki að það var tími í barnegni strax aftur. Nei. Hvað er hún gömul, þessi elska? Hún er 1 ár yngri en ég, hún er fædd 1981. Já, ok, 30 eitthvað. Já, hún er 32 ára á árinu. 32 ára. Hvað er spá? Nei, bara hugsa svona, hvað, veist, ef hún eignast barn, þá tekur það 9 mánuði, skilur, þá er hún 33, vera heima hjá honum í 1 ár, 34, þá er allt byrjað aftur, sko. Já. Skilur, eitt barn er ekkert vesen, sko. Nei, ekkert fyrir hana. Þannig séð, sko. Ekki hún elskar mannin. Herru, ef við ekki bara farið í næsta slúð? Jú, næsta slúð. Herru, það er Taylor Swift og Harry Styles, þau eru líka hætt saman. Það er allir hætt saman núna. Já, 9 ári. Já, Harry Styles er í hljómsveitinni One Direction sem er náttúrulega vinsælasta strákahljómsveit heims í dag og Taylor Swift er einn vinsælasta söngkona Bandaríkjanna. Þau eru búin að vera að hittast síðustu mánuði en hnakkrifust yfir hátíðarnar. Hún flög heim í einkaþotunni sinni spáð í, þetta er bara einhverju tvítur, sko, hún er 21 ár, hann er 18 ára, bara fljúa, rífast af einhverjari eyju og bara, ég er farin heim, bara upp í einkaþotu og farin. Þegar ég var 18 ára, ef ég fór í fílu, þá fór ég á rúntinn og Hyundai Coupe. Já. Og stelpan sem ég var í fílu úti var ennþá á Sauðárkróki. Ég var ekkert eitthvað að stinga af bara með einkaþotu. Nei. Þetta er óþolandi. Ég verð bara aðbrýðsa mér í lesuna vitleysu. Já, það getur ekki verið heilbrigt. Sko, maður væri frekar til í að vera óhamingjusamur í einkaþotu heldur en hamingjusamur í póló, sko. Þetta velja. Það veitum frekar hversu gaman að það er í fílu í einkaþotu. Það er geðveikt. Þessi fílar í auðvitað, já, ekki vera að tröfla hann, hann leikur í fílu. Hann var að hætta með gerðstinni. Góttu með þessa kampænsflöskuðin og heldi niður mig. Og þessi jarðabér, gíðuðu mig fucking súkkulaði og góttu með þetta allt hérna og heldu niður mig. Nei, þetta er meira svo það gott. Ef þú átt einkaþotuna og ert tvítugur, sko, þegar þú ert tvítugur, þá er allir viniðinir, það er enginn komið vinnu og enginn komið börn og það er enginn ábyrgð. Þeir vilja bara vera í kringu þig af því að þú ert fullt af pening. En ef þú ert í fíl, þá getur bara, kottu og heldu þessu kampæni yfir mig og settu svo andlitið og er ofin í klofið og roppa. Þú getur bara svona sagt viniðinu hvað þeir eiga að gera. Fíblast. Þú erum fært til Las Vegas. Flugþjóðn, við ætlum til Las Vegas. Breyttu sig, ég er í fílu. Já, hættu við í New York.
Þetta snilt maður, já. Sveppi, leiktu við Pétur og þú veist hvað ég meina. Það allavega, þá verður þau hægt saman. Hvað fólk já, One Direction gæðina. Já, One Direction og Taylor Swift og þekkir þetta ekkert, þú ert nú gamall fyrir þetta. Já. En svo það í lokin Tom Selleck, hann vil gera nýja 3 Men and a Baby mynd. Já, ok, hvað, vantar hún jobb eða? Já, hann að skrifa þá mynd. Þeir náttúrulega gerðu 3 Men and a Baby. Ted Danson. Já, félagar, og svo hann úr... Police Academy, nei. Já, hvað heitir hann Gutenberg? Steve Gutenberg. Já, Steve Gutenberg, voru þarna 3. Legend. Gerðu Baby, 3 Men and a Baby, svo gerðu 3 Men and a Little Lady. Það gekk ekki vel og það orðin 20 ár síðan. Núna vil Tom Selleck gera myndina 3 Men and a Bride. Þannig að barnið að sé orðin svona fullanin kona og ég heyri bara, Tom, ef þú ert að hlusta, þetta ekki góð hugmynd. Rakaðu mottuna og verði eins og maður. Já, þetta ekki gott því miður. Það bara þannig. Þetta var slúðurpakki dagsins, förum hér í örstuð skilabóð, svo ætlum við að fara í truflað símtal. Vertu til. Aðeins 3,99 á mánuði og engin binding. Reebok Fitness. Skiptibókamarkaður Griffils líka í öllum verslunum Eymundsson. Sparaðu sporin. Griffill, alltaf ódýr. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans. Aðalútdráttur, milljónaveltan og milljón á mann. Ekki missa af þeim stóra. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. janúar. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnings. Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Bakaðu múffur hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Og Florence úr Florence and the Machine hér með Sweet and Nothing. Styttist hér í trufla símtal og það svo skemmtilega til að við ætlum að ringja í mann sem við þekkjum núna í trufla símtali. Kom betur inn á það hér og eftir. Það verður þess, sástu kastlausi í ger. Já, Óipa. Áður við heldum áfram. Óipa, Rasta. Það nú meiri viðbjöðurinn. Já, það eitthvað sem við erum að ræða hér í okkar þetta? Já. Ég var svo ríður að horfa á þetta. Já, maður verður brjálaður. Hvernig ég vissi ekki hvernig ég átti að hafa mér. Nei, eftir þáttinn þá eiginlega stóð ég upp og klappaði fyrir kastljósinu. Já, þetta var hrikalega vel gert maður. Og líka bara þess að Gunnar Hansson, Gunni vinnur okkar og fleiri þarna bara... Viðbjöð, pælti þessum fokkin gæja maður, hann búinn að vera að stunda þetta, hann jafn hreint sakavottor og ég. Málið eina ástæðan fyrir ég vill alltaf ræða þetta, ég verð reiður á að tala um þetta. Mér finnst þetta, ég var bara, þú finnur ekki meiri viðbjöð maður. Hvað hann var veruleika fyrstur maður. Já, það var spurði hann hvað hann búinn að sofa með eitthvað. Það 30, já svona 40, það er svo að vera að spurja bara hvað hann búinn að veiða margar rjúpur. Já. Það var bara ógæslegt. Það svona 30, 40 og líka bara, þeir ótrúlega hvað þau voru viljug. Maður bara svona, eftir eitthvað á vængin. Það er svona gæi, þegar hann kærður og fer hann í fangilsi, þar hann í vondum málum, af því að það maður sem situr inni fyrir að smygla fíkniefnum. Hann lítur á sig sem bara heiðvirtan borgara við hliðin á þessu kvikindi. Já, taka félagana af þessu manni, það ekkert flott með það. Já, ég skal gera það, Já, þetta alveg skelfilegt, en já, eins og... Förum í léttara hjal. Já, þurfum að hrósa Simma og félögum hjá Kastljósum. Já, þetta var vel gert, já. Sástu málið? Með Sölva? Já, með Sölva? Nei, ég á eftir að sjá það reyndar. Já, flott. Það var líka í gær. Gett svolítið í skuggan á Kastljósinu. Já, en það var, ég sá þetta á plusnu, það var í opinni dagskrá. Já. Mjög skemmtilegt, áhugavert. Það var að tala við heimilislaust fólk og svona hvernig staðan hjá þeim öllum og svona og heimur sem ekkert margir hafa séð. Nei, en við náttúrulega tókum, eitt þáttum heimilisleysi. Já, rónarna Já, rónar í eitt sólarhring. Já, hann var að fara að spjalla við þessa róna sem maður hefur oft séð nýr í bæ. Já. En hann bara 4 karakterar í svona þætti Með Sölvi? Já. Nú, hvað hann skitsóða það? Já, eitt atriðinu þá hann að keyra bíl bara í einhverjum svörtum frakkamaður með hvítri stífstrauðari skyrtu bara með hári flaksandi. Bara svo sem leiðin á djamið? Já, leiðin á djamið, það er bara svo dressmannauðlýsing. Ok, það er eitt karakterinn þá? Já, svo satt hann inn á einhverjum bar og var að tala við einhvern heimilislausa mann, þá var hann bara með einhvern klút
og húu. Já, ég sá það postaði ykkur á Facebook í gær. Takaði minni, Öddi Blöð byrjaði Já, hann var svona bara eins og við gaurar bara, hann var eitthvað svona með hú og klút. Já, hann er svo fyndið að sjá hann, skilu, sér Jón Ársæl og svona gæja, skilu. Já. Þetta bara menn í peysum að spjalla. Já, en Sölvi er þetta fýtt sjónsmann. Mjög fýtt, sko, og hann spurði góðra spurninga og vann hennan þátt mjög vel. Já. En hann er bara svo fyndinn. Hann er svo stífbónaður, maður. Hann er bara... Hann er sex icon. Ó, já, kallið minn. Hann líka, hann kann alveg að henda í status á Facebook sem fá like, sko. Já. Það er mjög létt fyrir hann. Já. Það er bara, þú veist, það var einmitt tengdist einmitt þættinum. Hann var að tala um hvað hann væri þakklátur og hvað maður ætti að vera þakklátur fyrir hvað maður hefur það gott. Hann hafði verið að tala við heimilislausa konu og það voru komið 450 likes. Já, það trefði mig. Nei, þú veit, fallegt og allt það, en come on, skilu. Hvað? Ekki, sækja like. Ég Þú ert ekki sækja lækin. Eitthvað svona Ekki reyna að koma með eitthvað sem er ekki alveg beint frá hjartanum, meira frá nýranu og sækja læk. Hversu þreytileika þú veist inn á Facebook og það er eitthvað svona séraða þessu ef að börnin er allt í heiminum. Foreldrar vita hvað ég er að tala um. Sér og bara svona af hverju. Eins og fólk viti ekki að börnin þeim allt. Þú veitur að sér einhverja mynda, einhverja dúkku, þetta er eftir mikið. Ég er alveg sammála því. Ég þoli ekki svoleiðis kjafta. En eftir gærkvöldið, talandi heimilislausa og barnanýðinga og allt þetta kjafta eins og nauðgunin hérna í Indlandi og allt þetta sem maður er að lesa. Allt þetta vonda í heiminum. Þá spyr maður sig, af hverju anskotanum er ég að búa til börn inn í hennan viðbjóðslega heim? Já, það er nú ekki allt slæmt. Hann er ömurlegur þessi heimur. Hættu þessu. Þetta er satt. Það er margt jákvætt í þessu líka. Já, það er við. Við erum jákvæðir. Ödd og Sveppi, við þvílíku stuði til 6 í dag. Það eru með börn þarna. Leifum að hlusta. Fáum trufla síntal eftir örskamma stund. Hér er eitt nýtt og mjög gott með Ríhannu. Skemmtilegt á þriðju degi og það er svo skemmtilegt til að Sveppi nú að trufla innkomuna. Ó já, og það ættu margir hlustendur að vera búin að tengja það. Já, við höfum að fara í trufla símtal. Og sko, þetta er í fyrst sinni núna í trufla símtali sem við ætlum að hringja eitthvað sem við þekkjum. Já, kannast við. Ég kannast við hann, þú þekkir hann. Já, ég og nokkri félagir minni, við borðum á sama staðunum eiginlega öll hádegi. Já. Sá staður tælenskur heitir Nana Thai. Já. Og það er frá sömu og færið okkur hinn stórkostlega stað Banthai. Frá þeim sömu og færið okkur Banthai. Já, og þetta er æðislega matur og það er maður sem er allt í öllu þar og heitir Tómas. Eða Tómas. Við höfum notað hann áður með þess að í sprell hjá okkur. Hann var í jólalæginu okkar. Jólalæginu. Auðvitað og Sveppa. Og hann er mjög stressaði maður og er fínn í íslensku en ekkert alveg með íslenskunar hennu. Nei. Og hann þekkir röddina mína það vel þannig að þú þarft eiginlega að hringja hann. Já, og vera að panta borð og... Já, bara eitthvað að spyrja út í Banthai og setja með einhverja veislu og eitthvað. Og ég verð þarna að reyna að trufla. Já, þetta hljóma mjög vel. Þetta gæti fyrir úrskis og kannski ekki og ef ekki þá bara ef ekki. Í versta falli þá vorum við bara að stríða Tómas vinn okkar. Já. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Einar heiti ég og er að hringja hérna, ég ætla að athuga, er opið hjá ykkur á morgun? Hvað, Banthai? Já, er þetta Nana Thai? Það er opið heima hjá mér, þú veist hvað ég meina. Ég var nefnilega, mér langaði að vera með bjóða í smá afmælisveislu kvöld, sko. Hvað? Ég var að spara bjóða þér í veislu til mín. Hvað er það? Ég var að spara bjóða þér í veislu til mín. Já, hvað spurning, Nana Thai að Nei, Banthai? ég var nú að hugsa meira svona Banthai, þetta er svona kvöld meira, sko. Banthai, já. Og hérna, við erum sko 15. Það er fín tala. Halló? Halló, já? Já. Hvað, makka? Við erum 15, sko. Ég til, já. 15, já. Sko, það er kannski spurning hvort það sé betra að vera helgi eða virkum degi, sko, hvort það sé. Mér er sama hvort þú heitir Helgi eða eitthvað annað, ég til ég. Halló? Halló, já? Ég er að klæða mig úr sokkunum. Er einhver á línunni? Hvernig spá? Ég var að fara á sokkunum núna. Var að pæla, sko, Skrítin neitt. Helgina? En þægilegt á táslanum. Kannski betra að þú ringja Banthai. Á ég að fara úr böksunum. Já, ringja í Banthai. Já, ekki kannski. Á ég að fara úr böksunum líka. Já, ok. Ertu að byrja til því? Ok, það ringja Banthai bara. Ringja á, neða, sko, heyrðu ég, sko, en það er kannski meira svona kvöldstaður? Já, bara kvöld, ég opnaði frá 6 til 10. Já, opið til 10, já. Abba sí.
Ég var að hneppa frá skirtinu minni. Hvað sagðirðu? Halló? Varstu að hneppa? Halló, ég heyra illa. Ég var að hneppa frá skirtinu. Hver er þetta? Ég sé nafla. Ég veit ekki, núna, ég heyra mér illa, hvað þetta er. Já, þetta er svona eins og einhver sé að... Þú ringja frá Kansaka eitthvað, bantai eitthvað, ekki má. Þú ringja bara þetta... Ég er með puttan í naflanum, ég er að snúið hringi. Hvað segirðu? Ertu með puttan í naflanum? Ég fundi núna, ég ger ekki tala mikið síma núna. Já. Skrítin lykt en gott bragð. Gott, já. En svo skríti hvað hlutið þú segir við mig? Ég tekki núna, ég var fókið fram hjá mér. Ég er að strjúka með læri. Og þú ringja setna. Skrítin tilfinning. Klukkan 6 bara. Já, ringja klukkan 6. Tómas. Tómas. Já. Hæ, drauti hérna? Já, ok. Hvað segir þið? Ég var að trufla síndali. Já. Þetta er Sveppi sem var að tala við og ég var að reyna að trufla. Ok. Já, flip og grín í strákunum. Ok, þetta er... Ertu að fundi? Ertu upptekinn, gamli? Já. Ég ætla ekki að vera að trufla fundin. Það er þetta. Ok, borða á morgun. Ok, bye. Leita, gamli. Hann er alltaf þess. Tómas er alltaf þess. Það er alveg sama hvað er hérna, þú dreipur á honum, sko. Já, þetta er algjörðsinn líka. Hann fór bara strax í góð, ok. Svo bara, herri, best að dreifa samfundin. Þetta er maður sem er allt í öllu á hún. Já. Hann gerir allt. Hann sér allt, hann veit á og þetta er bara, ég segi það, þetta er besti kokkur landsins. Já, hann er ekki bara kokkur, hann er besti þjóð. Sko, þótt að maturinn komið stundum svolítið seint. Já, það er bara þess virði. Já, það er þess virði að bíða, því að hann kemur líka. Já, hérna matur bara, þú bíða lengi, það er allt í lagi. Nú hlakka ég líka til að mæta og nanna dag á morgun og hitta alveg sjá hvernig það bregst við rekkjum. Þetta var trufla síndal, mjög skrítið. Já, mjög. Kannski ekki það besta. Við kennum það. En gaman að því að þetta var Tomás. Já, og ég veit að hlustendur okkar fyrirgjöf okkur að við erum bara að reyna að leita nýra leiða, skilur við. Það er rétt til þess að fullkomna þetta. Vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingva Eysteims drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Stóra stundin nálgast. Það eru 3 dagar í HM í handbolta. Strákarnir okkar. Þeir trúa á sigur. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð2 Sport. Við trúum á sigur. Er ekki kominn tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimrol tyggjó. Núna í bókum. Útsalan er hafin hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn. Laugavegi 32. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Frumsýning 12. janúar, miðasala á miði.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þessu ungi maður heitir Philip Phillips og vann American Idol núna síðast. Þetta sé toppdrengur hér á ferð. Já, það var nú að skemmtilegur. Já, ég kunni vel við hann í þáttum. Já. Minnum að það styttist í nýja Idol-seríu. Allir spenntir yfir því. Er það? Ég veit það ekki, ég ætti að sakna Steven Tyler held ég. Já, ég kunni vel við hann. Komið einhver dómara-tríó? Já, Nicki Minaj og Mariah Carey og eitthvað svona rusl. Já, ok. Já, en hérna vinnum við Randy Jackson. Jú, Randy Big Dog verður á sínum stað og svo er hann komið líka Keith Urban held ég, hérna maðurinn að Nicole Kidman. Country, hérna, lúðin. Það, jú, þetta getur orðið ágætt. Maður gefur þessu sens allavega. Já, þetta er alltaf gaman að byrja og svo sér maður hvernig maður nenni að halda áfram. Mér finnst alltaf svo þægilegt ef maður ekki gera neitt á föstudagskvöldið að liggja heim í sófanum og með tölvunar fram að segja að horfa á þetta. Já, ég er reyndið að sammála því, en þetta er ekta þannig, sko, þú ert ekki beint að horfa á þetta.
Þetta er bara í gangi og þú ert kannski að gera eitthvað annað. Ég tek þetta oft á leigunni. Já, ég líka, ef ég missa þessu þá get ég spólað yfir það sem að mér er strasl, sko. Já, yfir svona leiðulegu lögin og svona. Já, mjög sniðugt. En það er hins vegar komið að kæru hlustendur sturlunum staðrindum. Ó já, nú erum að gera hækka í viðtækjanum og já. Já, bara parkera bílnum og leggja sig. Hárrétt. Þetta verður veistla eins og alltaf. Þetta eru 10 staðrindir, það eru allar sturlaðar, en einhvað síðu staðrindir sem að gera þetta skemmtilegt. Ertu tilbúinn? Já, ég er til. Jackie Chan er lærður óperusöngvari. Nei, Þetta gat ekki byrjað betur. Nei, hvað hefur Jackie Chan ekki gert? Sko, í sturglur staðrindum á föstudaginn þá er ég að segja Friði að hann hefur leikið ljósbláum klámyndum eða svona, þú veist, erotískum bíómyndum. Já, hann hefur farið víða hann Jackie Chan. Og hann alltaf lærður óperusöngvari. Vá, væri ég til að sjá hann syngja óperu. Já. Ég vil þetta að verið fyndi. Þetta sitja framalega, hann er svo lítill og aðsnarður. Svo er það næsta. Sæði er gott fyrir húðina. Það minkar rökkur og heldur henni ferskri. Ok. Það veit ég hvað ég gerir þegar ég er búinn í kvöld. Nei. Hvað er þetta að gera? Það er bara... Tjóðlega klístraður í framann með. Það er ógeðslegt. Ég veit. Ég skal læta þessu. Þessum það? Nei, too many jokes in my head. Það er margt að það, en... Við ætlum að haga okkur, þegar við vorum að tala um þetta að vera í góðu þáttu til að hlusta á og betri heimi fyrir börnin. Rétt. Hybridofóbía er hræðsla við gleðikonur. Það er bara sæði og gleðikonur hérna, bara í fyrstu þremur. Þetta er nú ekki alveg, þetta er nú ekki dónulegt að segja gleðikona. En báðir nú að vera að rölda með ykkur sem er haldinn hybridofóbíu. Já. Og allt í nú hafður hann að hvað er að gerast. Þú veist bara, fattar hann þá bara, er þetta, þú veist að labba í gegnum rauðakörðu eða eitthvað svona, þá er hann, ég skil ekki alveg um sjúkdóm, sko. Nei, líka það er auðvitað, þetta væri gaman að rölda með hann einhvers staðar. Og leiðan ég hrættu við einhverja mannesku, það var bara, hei gamla, þú ert ekkert að fela þetta, hvað kostaru? Við sjáum að gæin er að skýta á sig úr hræðslu, hvað kostaru? Já, þetta er steikt. Svo er það hér, meðal manneskja fer 6 sinnum á dag á klósetti. Ég fór að hugsa þetta og það er svolítið til í þessu. Já. Ég svei mig þá, ég held að ég sé í 6-unni. Það? Enda meðal manneskja, já. Kúka 1 sinni, pissa 5. Já, nú kannski bara inn á klósetti til að sækja eitthvað. Sækja eitthvað? Já, sem í morgun þá fór ég að svo til handklæði í skápinn. Ég veist ekki hvort ekki pissa hann í kúka. Já, það er ekki talið með. Nei, ég veit það. Já, svo Herðu, skýtt ekki í þið, maður. Þannig að svo fórst að byrja tennurna, og svo fór ég út aftur, og svo fór ég að kíkja í speilin, og svo fór ég út aftur, og svo þreif ég baðið og fór út aftur. Ekkert meina speil að gera. En allavega, þá förum við, ég held að það sé svolítið til þessu, við förum 6 að meðaltali dag á klósetti. Já, það make sense. Humar mýgur með andlitinu. Styrlur staðarinn. Þessi snill. Það sé góð, þetta er nú einn uppáhaldsmaturinn minn. Humar? Ég ætla að hugsa hann eftir ég borðað humar. Finna á hann andliti. Þetta er alveg... Nei, hvað, þetta eru bara styrlaða staðarindir. Anskot að skafta það. Í bókinni, The Single Sultra, eru kendar yfir 90 kynnistellingar. Og ástæðan fyrir ég svona tók þess að mér fannst hún ekkert spes, en ég fór samt að hugsa, það er helvít erfitt að hjóla í 90 stellingar held ég. Já, þá er allt tekið með, skilur. Þetta er bara eitthvað bull, skilur, kóngulóinn og... Já, nei, það er ekkert endilega eitthvað skrýtnar. Þú getur verið í þinni venjulegu trúbóðstellingu, skilur. Svo kannski lyftur löppunum upp, þá er það allt í norðin einhver önnur stelling. Já, löppunum á henni. Já, en þá er það kannski orðið eitthvað afbrigði af trúbóðstellingunni og heitir eitthvað annað. Já, trúbóði með... Já, with the twist, já. Þannig að þetta er kannski sama stellingin með einhverjum svona twisti, skilur. Það getur ekki annað verið. Já. Áttu margar? Stellingar? Já. Við erum með 19 held ég. Mesta við það er allt hún. Þú og 2. Já. Hún er að hella sér í 17. Já. Það er svona hér, erotomania er sjúkdómur. Já. Já, þetta alveg rétt, þetta finnst mér skemmtilegt og við eigum nú nokkra félagasveppi, ég veit alveg að þú veist hvað ég er að tala um. Erotomania er sjúkdómur þar sem að þú heldur að fólk sé ástfangjaðir sem er það ekki eða til í þig. Og þetta er nú komið fyrir nokkra félaga. Já. Og meirins að kom frasinn okkar gamli góði til í kallinn
kom frá einum svona félag. Það var alveg sama hvaða stúlka það var. Hann var alltaf, þessi til í kæðlinn. Hver var það eftir? Ég vil ekki segja Var það vinnu minni að þinn? Það var vinnu þinn. Já, það er rétt, það er hann. Hún til í kæðlinn. Þessi maður. Til í kæðlinn, sko. Já, það er bara í síðan bara hóngalinn. Hvernig hún leit á mig. Svo getur þú verið svo leiðileg. Hvernig hún leit á þig. Hún ekki bara lappa þetta fram hjá. Nei, þessi var til í kæðlinn. Til í kæðlinn. Þetta hrjáir marga Íslendingar. Það eru nokkrir og það eru öruglengur að núta hlusta sem að kannast við þetta. Og strákar, þetta heitir Erotomania sem að félagar ykkar er haldin. Erotomania. Já, svo er það hér. 28% af bandarísku starfsfólki hefur átt í ástarsambandi við yfirmann sinn. Rosalega há tala maður. 28%? Já. 30% næsti. Já, ég meina þú sér bara 100 konur, 28 af þeim. Já, eða 100 gaurar, 28 af þeim. Já. Skilum. Ég hef aldrei... Það er endalegt að leika sig með þetta. Ég hef aldrei átt í ástarsambandi við yfirmann minn. Ég hef reynda gert það einu sinni. Já, alveg rétt. Þið er nú ball saman. Já. Nei, það er Pálmi Guðmundsson. Þetta að tala um bústæðaferðina sem maður ekki þér. Nei, þetta er bara svolítið til í þessu. Allir yfirmennum mínur hafa verið kallmenn. Ég tjaldi ekki þeim megin við lækinn. Ég verð seint í þessum hóp. Það er enda rétt. Nei, vonandi. Nei, ekki það, ég fær eitthvað að reyna við hana. Herru, förum bara í næsta. Já, þetta hérna var skemmtilegt líka. Mjólkin úr flóðhestum er bleik. Sænt. Það var svona, ákveður hugsa maður ef ég myndi sjá bleika mjólk og einhvern myndi segja, þú myndir hugsa að vera jarðarberabræði, neða ekki? Já, þetta er svona jarðarberasúrumjólk eða eitthvað. Já, ég ljótt að segja, ég verð til að smakka hana. Ef það væri búið að gera eitthvað svona við hana, skilur hann væri drikkjaleg. Já. Ætla að sé, má maður að drekka mjólk úr flóðhest, veistu það? Ég bara þekki það ekki. Ég verð að viðurkenna vannmátt minn í því. Já. Ég þekki það ekki. Það maður drekka, auðvitað máttu drekka alla mjólk maður. Já, það ekki. Jú. Segð mér það. Svo er það hér, í Róm til forna. Já. Já, þetta var mér líka skemmtilegt. Í Róm til forna sóru menn upp á eistun á sér, en ekki biblíun eða Guð. Já. Bara ég sverðaði upp á eistun á mér. Já. Og ég er saklaus í þessu máli. Já. Þetta var mér skemmtileg staðreynd. Já, og þetta, maður segir oft svona í dag, veistu, ég sverðaði upp á börni mín, sko. Já, nákvæmlega. Sem að voru náttúrulega einu sinni byggu í eistunum á manni. Já, þannig að þú verðt býna að sverja upp á eistunar. Þetta voru sturlaða staðreyndir hér eftir öskamma stund. Ætla ég að ringi hana ömmu mína og ljúga hann. Ég sé bara að fá mig tattoo og ég ætla að tilhenga henni það. Þetta var tekið upp hér fyrir í dag og svona sjá hvernig hún bregst við því þegar ég segi henni að tattooðu mitt sem ég ætla að fá mér verði af henni. Þetta er tilhengar nokkur sem hafa gert þetta. Já, það er rétt. Og skemmtilegt, en ég var að spá að setja á eitt hér sérstaklega verið þig, Sveppi. Já. Þú varst mjög hrifin að þessum daginn. Þetta var síðasta föstudagsslagið árið 2012. Vangi við. Þetta er Sverrir Bergman með She's Gone. Þetta lag er upprunnilega með hljómsveit sem heitir Steelheart og er margumbið óskalag hér. Það er bara eitt sem ég get sett þetta lag. Sverrir Bergman hér með föstudagsslagið She's Gone. Miklu uppáldi á svefnum. Þetta er það svaðalegasta sem ég heirt, sko. Þetta er illa flott. Gæðbilaður. Hér eftir örskamma stund þetta er enda þú komst nákvæmt svo þetta á hana. Halda keppni í FM 95 blöð, hver okkar getur farið hæst upp eða svona leikið eftir þessu. Já, leikið þetta. Já. Ég get þetta allir með ekki. Þú nærið svona bra ágætlega. Lady. Nei. Lady. Já. Nei, ég geti þetta ekki. Mér er bara... Þetta er illa. Já, þetta var flott. Við ætlum að fara hér í örstuð kilabótt og svo er það síma þetta í ömmu mína sem ég er að, já, svona að reyna að fá hugmyndir með henni hvernig tattoo ég að fá mér af henni. Já. Ekki missa því. Og svo líka er ég með lag að því að við erum svona oft að ræða lögin hérna. Já. 50 Cent er komið nýtt lag sem heitir My Life. Ok. Og er hér strax þeirra auðlýsingar og er hrikalega flott, Eminem og fleiri því. Það spyrja það hvað þið finnstu það. Fáum auðlýsingar fyrst. Skiptibókamarkaður Griffils í Skeifunu 11. Griffill, alltaf ódýr. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Útsalan er hafinn hjá E-Label og Evelyn. 30-70% afsláttur af einstakri íslenskri hönnun. E-Label og Evelyn. Laugavegi 32.
Barnadansar, samkvæmisdansar, salsa, zumba. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. FM 95 blö. Á FM 95. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hlusta nú Seppi, þetta nýja 50-lagi. Þetta My Life, ég að fíla þetta. Hér á FM 95 blö og við sitjum hérna Ötti og Sveppi og verðum með ykkur til 6 í dag. Já. Ekkert flóknara en það og það komið að símtali í fjölskyldumeðlum, ekki fyrsta sinn sem það gert í þessu þætti. Nei, yfirleitt hringjum nú í hana móðu þína. Já, en við erum spáð að hringja mömmu núna. Já, ömmu þína. Ömmu mína, hún heitir Dagbjörn. Já. Og yndisleg kona. Ég fjallaði í slúðurinn í gær og þá var ég að segja frá því að Justin Bieber, hann var að fá sér tattoo og tilengaði afa sínu það. Já. Og eitthvað svona tattoo einhverjum Indiana því að þeir voru alltaf að fara saman á einhver hockeyleiki í Kanada og þetta var svona logoð þeirra. Já. Þessi logoð á hockeyliðinu. Já. Og svo er hann Helgi Ómas, vinnu okkar, tískulögga. Hann sem hefur komið í þáttir, hann hérna hjálpað okkur í FN95 blöðvídeónu. Já. Hann með tattoo ömmu sinni. Alveg rétt maður. Og ég var svona það alveg, þetta svona þetta alvöru. Já, þetta töff að gera þetta. Já, ég spáði að hringja ömmu mína og hún veit ekki að ég sé að hringja hérna frá útvarpinu og svona hlerana, hvernig henni lítist á það? Já, bara hvort hún eigi einhverja góða mynd af sér. Já. Kannski þegar hún var ungjabil. Já, setja eitthvað svona stríðsárunum. Svona sexy mynd af henni. Já, kannski að hvort að hún eigi að vera, öll eða bara andlitsmynd. Já, hvað hún vilja líka. Og hvort þú að fá þér það á bakið eða á síðuna jafnvel. Syngi bytti hana. Heyra í henni, hún nú hress sko. Já, hún alltaf hress. Já. Það ekki að spyrja henni ömmu þinni maður. Já. Amma. Halló. Afi. Já. Hæ, Drauti. Sætliskan. Hvað segirðu? Allt ágætt. Er það ekki? Jú. Ég ætla að amma þarna hjá þér? Já, hún bara í símanum. Hún í símanum? Þú ert ekki með eitt tattoo eða? Hæ? Þú ert ekki með eitt húðflúr eða? Nei. Nei. Hvað spyrir þið? Ég er að spæða að fá mér tattoo. Já. Og það var hérna eitt strákur sem ég þekki sem var með tattoo af ömmu sinni. Ég var að spæða hjólabrið það líka. Já. Eða sem ég er að spæða bara hvort ég hef verið með nýja eða gamla mynda henni. Já. Það er að hún búinn. Ok. Hæ, hvað segirðu? Það er fínt bara. Ekki? Jú, en þú? Herði, ég er góður bara. Já, það er gott. Já, feskur bara. Já. En ég ætla að aðtuga amma hérna, ég er að spá að fá mig tattoo. Tattoo? Já. Ok. Svona húðflúr. Já, ég veit. Já. Þú veist hvað það er? Já, þú ert ekki með tattoo eða? Nei, byrju guð fyrir þér. Þú veist ekki fóra því. Nei, ég skilji. En ég var að spá að fá mér hérna tattoo af þér. Mér? Já. Þetta er eitthvað rugglaður. Ég sá að það er eitt strákur hérna sem ég þekki sem heitir Helgi, hann er með tattoo ömmu sinni, það var ógeðslega flott. Já, hann lítur af allt flotta ömmu. Já, það og ég nú líka, mjög svo. Findu eitthvað annar, findu bara fallega fugla, fallega hjarta eða eitthvað, fyrirti eða eitthvað. Já, viltu ekki setja mynda þér? Nei. Auðvun blöndan. Þetta er gatið dóttið til þau. Ég veit ekki, þetta virkaði að þeim eitthvað, en hvort myndur vilja ég myndi hafa svona nýlega myndaðir eða svona eldri mynd? Bara ekki neina. Nei, vilt það ekkert. Nei, ég held þú sért nú bara að grínast. Ég stend ekki að grínast með það var strákur sem fekk sér mynda ömmu sinni. Já, en þú veist að það er ekki hægt að taka þetta af nema með æði fyrir það. Já, ég myndi ekkert vilja að taka þetta af. En ég geti kannski sett það bara nafnið og hérna kennitölunar og eitthvað svona, myndir vilja það? Nei, þakka þér fyrir. Nei, ok. Það sem ég dettur í hug. Nei, Auðun Blöndal. Nei, Þú færð nú ekki að setja tattoo á 75 ára gamla til gerðist á þig.
Hvar myndir þú vilja, segja svo amma, og núna, veist, ok, ég skal segja, ég ekki að fara að fá mér tattoo af þér. Tattoo, nei. Nei, en ef ég hætti að fá mér tattoo með mynd af þér, hvar myndir þú vilja að ég myndi setja hana? Hvar þú ættir að setja hana? Já. Einhvers það sem aldrei nokkuð maður myndi sjá Hann situr þetta með mér á Sveppi, við erum ekkert í frí. Hæ Þú nú meiri vitringarnir. Þetta var æðislegt. Svo, þetta náttúrulega tengdist líka því, sko, Justin Bieber, hann var að setja svona einhverja mynd til einhverja afa sínum á sig, sko, og þá myndi ég að það var strákur sem ég þekki sem var að fá sér tattoo af ömmu sinni, en ég ætlaði bara svona að hlera því með þetta. Þú veist hvað Justin Bieber er? Nei. Það einhver popsöngur í dag. Nú, já, ég fylgist nú ekki nógu vel með þeim. Nei, það er gott hjá þér. Þetta einhver 18 ára hasshaus, þannig að getur að stressa það á honum. En hann var rosalega gaman að heyri þess að. Já, sömulegis, þú skar mig. Við verðum í bandi. Gerum það. Ok, bye. Bless. Hún var ekki til í það, ég myndi að hún sé tattoo. Nei, heyrðu hvað þetta er indislegt. Hún er svo góð, maður. Hún æði. Þú ert nú meiri rugglutallu. Elli finnst ég bara svona rugglu, henni finnst ég ennþá bara vera. Þetta er vist gaur og hann heitir Asaf Avidan. Ég var ekki viss á sínu tíma hvort þetta væri kallmaður eða kona. Nei, hver mér ekki drullu sama? Á meðan að lagið er flott. Já. Og það heitir One Day. Já, One Day, maður. Það verður að syngja hann að einn daginn verður við gömul. Já, wow. Langt í það. Já, ég er reynda fann að finna fyrir því. Nei, við erum ennþá ungir. Jú, veistu hvað? FM, maður. Börnin gera mig gamlan. Já. Það eiga börn að vera maður gammal í sálinni. Já. Þess vegna finn ég ekki fyrir því. Nei, þú finnur ekki fyrir því, sko. Nei. Þú ert að njóta þess að vera barnlaus. Aldrei eignast börn. Er ekki búin að njóta þess nú? Nei, ekki, þú veist, lífið eru stutt til þess að... Já, það er þetta allir að segja, lífið sé stutt. Já. En það er bara svoleiðis. Það er ég. Eitt annað, en það er 8. janúar núna, Sveppi. Það er hárið dagur. Og það er þriðjudagur. Það er þriðjudagur. En er ekki orðið full seint núna að spyrja hvernig varstu skaupið? Hvenær hætti maður að segja hvernig varstu skaupið? Já, hvenær hætti maður að segja, hei, gleðilegt ár. Já, reyndar, ég var til dæmis að hitta fólk í dag sem ég var ekki búin að hitta og ég hendi í gleðilegt ár. Já, veistu hvað ég segi við þig? Mér fannst það samt óþægilegt. Gleðilegt sítt ár. Já, ógeðslega fyndið. Er það komið ný seríu af búbónum eða? Ég heyrðu byrjar að semja. Og hérna... Já, það er ok. Já, þetta var svona búbabratari. Já, skaupið, það er alltaf þetta að ræða skaupið. Já, hann segir ennþá við eitthvað með hvernig varstu skaupið. Ég segi það ekki, en ég hendi reynda í vikina þegar þú segir það. Ég sagði það hann gleðilegt ár. Já, ég segi hvernig fannst þið skaupið við menn sem ég nenni ekki að tala við. Já, ok. Svona til að segja eitthvað bara. Já, hvernig varstu skaupið? Já. En hvernig fannst þér skaupið? Já, svona skalanum 1-10, ég var ekki alveg nóg ánægð með það. Þetta er flottur hópur, þau eru búin að standa sér mjög vel síðustu 3 ár, sko. Já, síðustu skaupun eru mjög góð. Já, mér finnst það svona sísta skaupið, sko. Já, ég sammála því. Ég var að viðurkenna það, sko, ég var ekkert eitthvað springand úr hlátri. Nei, en það duttalvinn brandar þarna inn sem að mér fannst fínir, sko. Já, margt gott, en á líka sumt svona sem að ég hef ekki nógu mikinn tolerans fyrir, sem að kannski einhverjum öðrum finnst fyndið. Já, en svona ég held að í heildina hafi Íslendingar ekkert verið allt og sáttu við það. Nei. Svona með það sem maður heyrir, kannski það bara fólk sem er í kringum mig. Og það sem að var líka og við ætlum að hringja það með núna í hana Önnu Svövu. Sem skrifaði þetta. Já, og ekki bara hún var hann í stórum hóp sem skrifaði skaupið og við ætlum að stríða hérna eins. Hún er nú góðu vinnu þáttarins og er oft hérna sem gestastjórnandi og að mínum að eins og allra fyndnasta. En það sem að var líka að gerast í þessu var að detta inn, þú veist, sami brandarnir svo sloft. Fattarðu? Það var bara svona, veist, Ólafur Ragnarsdæk. Það var alveg vel þreytt eftir 2 skipti, sko. Já, ég er nefnilega, sko, fyrsta sem að ég er náttúrulega grínari að guðsnáð. Og fólk elskar mig bara sem góðan komedígæja. Já, alveg, það er allir að tala um það. Og svona, þannig að sko, ég hugsaði náttúrulega strax hvað hef ég gert. Já. Ef ég hef verið fengið til að skrifa skaupið. Já. Þá hefði ég alltaf látið þetta byrja, þetta gammanstæl. Og þá kæmi svona skaupvörður og myndi drepa þann sem gerði það. Já, af því að það var fyrirsjónlegt. Þetta gamman. Já. Ekki mínu skaupi. Góð hugmynd. Þú getur haft það á næstari, þú gerir skaupi. En ef við ekki að hringja hérna í Önnu Svövu og láta eins og okkur að fundist þetta stórkarslegt. Eins og bara, tölum við hana eins og okkur að fundist þetta bara besta skaup allra tíma. Já, og tökum alltaf besta og gerum það besta. Já, stríðum við næst. Anna Svava. Já, hérna ætti þetta vera að skulle syngja henni hérna. Halló, Anna Svava. Anna Svava? Já. Hæ, þetta er Auði hérna og við hliðina á mig situr hann Sveppi Krull. Hæ. Já, hæ. Hvað segiru?
Allt gott. Heyrðu, og okkur stóðst nú bara ekki mátið að ringi þig. Nú? Heyrðu, við erum ennþá að hlæja hérna úr skaupinu, hérna. Óla Ragnarstæl. Já, fannst það var fyrir. Hver átti það? Það alveg. Hver skrifaði það? Alveg magnað. Hver átti þann djók? Það sko... Það var ekta þú djókar sem, þú veist, ef einhver segir við mig, hei, þessi djók er góður, þá skrifa ég hann. Og ef einhver fannst hann lélur, þá skrifa hann ekki. En hver átti hérna? Ólaður... Einhver fannst hann lélur, þannig að ég skrifa hann ekki. Hver skrifa hann? Ólaður Ragnarstæl, svo komum við alltaf aftur og aftur inn. Það var eins og Gammanstæl, lagið. Nefn að var Óla Ragnarstæl. Já, Dorrit alltaf með hann. Það var alveg eins dans líka. Já, með hendina svona yfir. Það var að sjá endursýninguna þessu. Heyrðu, Anna. Og þegar Steingrímur Jóð dansar við Jón í dansana. Já. Hver átti það? Djöfull náðu að púsla við því saman þættinum og því öllu. Hann eitthvað leikar með hálfkvæm. Hver átti það? Hver skrifaði það? Það bara, þú veist, ég skrifaði þetta allt. Það var snill. Þannig að þið bæði að koma pólitikinn og sjónvarpsþætti sem er vinsæll á RÚV. Þetta er svo inn. Heyrðu, taktu smá hérna Eddu Sif. Taktu fyrir okkur smá. Hvernig var hún áttur? Hún sagði, pabbi. Ég hringi ykkur hvernig þið frumpið í sjónvarpið. Ég lítið úr því. Anna, taktu smá Eddu Sif fyrir okkur. Já. Hey, pabbi, hvað ég... Það var killer. Eiginlega, það máttir aðeins oftar. Já, ég saknaði þess að það er ekki nógu oft. Ég náttúrulega fæ borgað líka fyrir tíman sem ég byrtist, ég krafðist þess að vera mjög mikið, en ég fengi mér nógu góð laun. Þetta var rifjar upp að gamlarskvöldi, sko. Það er viðtalið. Við erum að stríða. Okkur langaði bara að heyri þér. Já, við ætlum að hlera... Það var fleira fólk sem skrifaði sköpu og svo var leikstjórn líka. Já, við vildum samt bara hringi þig því að við vitum að þú hefur húmor, sko. Já, en það var mjög fyndið. Það var mjög fyndið. Ég er líka með Óla Ragnarstæl plakkat hérna sem ég þess ykkur. Já, við erum að fá það í stúdíóið. En það var samt, þetta var bara svo fyndið, ég næði ekki andanum. Það var samt, hvað kom það oft? Óla, veistu, núna öllu ganni slepptu. Ekki nógu oft. Það var, Anna. Og veistu hvað, við vorum ekki eins og komið með hugmyndina fyrir að stofna Facebook síðan. Hvar fengum við hugmyndina? Já, við erum með Gangnam Style lagi. Já, ég þakka þeim sem gerði Facebook síðan. Já, ok. En hvað er þetta annars? Herri, ég er bara mjög góð, ég er að vinna hérna með Arnóri, vinnum mínum. Já. Ok. Vinnufélag, við erum bara hérna að skrifa. Ertu ennþá ástfanginn? Ég er ennþá ástfanginn, já. Já, ég er búinn að hitta kallinn hérna. Er það? Já, Íka. Vá, takk fyrir það, eina sveifa. Ekki er ég búinn að hitta hann. Nei. Og veistu að, hann kom með mjög... Hann kom, já, nákvæmlega. Já, ég fer oftast einhvert annað út að borða. Já. En hvernig var hann, Sveppi? Hann kom mér mjög vel fyrir sjónis. Ok, myndalegu maður? Myndalegu maður og bara jákvæður og hress og bara svona ótrúlega venjulegur og fín. Vel gert. Ertu jafn ástfanginn og síðast þegar ég talaði við hana? Ég er náttúrulega ekki svífandum á skíi, sko. Þú varst það þá? Ég var ekki vímu. Þá var ég vímu. Nú er ég bara svona, hvað þetta er gaman. Já, nú er þetta bara svona þægilegt. Víman er farin. Já, vídeokvöld og... Já. Ég ánægði með það. Ég fíla það. En við ætlum bara að hlera það og stríða þér eins, Anna. Já, þetta var mjög gott hjá okkur. Já, takk fyrir það. Góðan bátt. Við verðum í bandi. Bye. Þetta er svona svo ljótt, maður. Nei, þetta er gaman. Við eigum að stríða fólk. En þú veist það líka, manna best, við vitum það, að hvað heldur Anna Svava og nokkur sem hafa komið að skaupinu hafa oft hugsað mest þegar að horfa auðvitað og sveppa eða strákan eða eitthvað. Æ, hvað finnir þið pissa í sig, ekki? Já, guð minn, alveg, bitur Þetta er svo okkur, sko, á þess að við heyrum. Innan heartbeat. Já. Svona virkar þessi bransi bara. Það er allir að gera grínu öllum. Ég segi það, maður er bara allir að reyna að gera sér besta. Brennsluvika FM 957 í samstarfi við Perform.is. Ætlar þú að fara að hrista þér allt í jólasökkið?
Skráðu þig strax inn á fm957.is þar sem við munum gefa brennslupakka alla vikuna frá perform.is. Brennslupakkarnir innihalda 100% Whey Gold standard velunaprótein, vinsalasta orkudrykk landsins Amino Energy, Complete Diet brennslutöflunar og auðvitað hristibrúsa. Komdu þér í form með brennslupakkanum frá perform.is. FM957 og perform.is. Holtasmára 1. Stóra stundin nálgast. Það eru 3 dagar í HM í handbolta. Strákarnir okkar. Þeir trúa á sigur. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð2 Sport. Við trúum á sigur. Nú sko gaman. Hann tvöfaldur potturinn í Víkingalottóinu og stefnir í 800 milljónir. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandsýninguna í kjallaranum. Frumsýning 12. janúar, miðasala á miði.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Bakaðu múffur hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. It's true. Nei, þetta ekki það. Já, ég manni til að hvað varð hann? James Blunt. James Blunt, maður. Já, hann alveg týndur núna. Já. Ég fór líka að hugsa daginn, hvað varð hérna Hit me baby one more time sem gerðu akústik útgáðan af því. Já. Þannig strákarnir í, S eitthvað. Hit me baby one more time. Já, gerðu nú eru örugglega margir núna í bílnum með í vinnunum bara, hvað þetta eitthvað rugglaður? Þetta voru hvað heit það áttur? Hit me baby one more time, voru með svona akústik útgáði? Hvað heit það áttur? Nú, varstu ekki að googla þetta? Jú, ég að reyna. Já, það skiptir kannski ekki öllu máli, en hvað var, þá getur þetta ekki spurt hvað var þá? Voltu lengi að finna þetta? Það grínast eða? Travis. Já, Travis maður. Já, hvað var Travis? Já, einmitt, hvað var Travis? Það fullt alls konar svona, veist, hvað var Ég fílaði það að bli tætlu, sko. Já. Þeir áttu fullt að góða stöffi, sko. Já, svo bara ekki testið. Hverjir voru með lagið OJC Lane, I want to complain, I'm your biggest fan. Það Bloodhound Gang. I had a lot of digs, Mér varst ekki eða lag. Það voru líka mikið eða lag sem hér It's not my job to fuck you on your birthday anymore. Hverju voru það? Það Bloodhound Gang, þeir kom til Íslands og allt, sko. Já, ok. Travis kom ekki til Íslands, eða? Nei, aldrei ekki. Minna ekki. En allavega, þá veit ég ekkert hvað er orðið þá. En svo get ég líka sagt þér, ég hef mikið verið spurður út í þá Arna Grant og Ívar Guðmund. Já, þeir eru óvinnir, já. Já, svo eitthvað ný frétt þetta hjá Mörtu Marju. Maður sé ekki Kristrún Ösp byrjuð í menntaskólan í sem virkilega gaman að lesa það á MBL líka. Já, dreftu mig maður. Og svo hvað að þér? Og svo náðir að sættast Ívar Guðmunds og Arna Grant. Já. En svo sá ég núna á mbl.is á fossinu þar. Já. Það Ívar Guðmunds með einhverja stöng og að senda bíflugur yfir á Arna Grant. Það eitthvað sem segir mér að það sé auglýsingaherferð hér í gangi. Þetta auglýsing fyrir hámark og ég búinn að sjá þær. Þær eru inn á mbl.is. Þú ert búin að veltast alhátur í allan dag, eða ekki? Jú, og ég búinn að skoða þetta. Þetta svona vinstra megin á síðunni Ívar og það vopnabúr Ívars. Já, þetta enda alveg sniðut. Já, þetta sniðut á vefnum, sko. Já. En þannig að þetta var svona buzz fyrir þessa herferð líklega. Já, ég veit ekki hvort að orðið buzz fyrir rétta orðið. Hvað þá? Þegar ég mamma ekkert eitthvað að ringi mig bara, eru þeir hættir að verða vinir? Það var enginn að pæli þessi í kringum mig, sko. Já, það var ringt í mig. Ég spurði bara, hvað að frétta þetta með Ívar og... Já, bara þeir hægt að tala saman eitthvað rétt, það bara, veist... Menn sem ég held að komi eitthvað upp á jamminu eða eitthvað? Read between the lines. Já, allavega, þá En það er vangi við fyndið. Já, það er það sem þetta er vopnabúrið. Já. Þegar hann gefur Ívar gefur honum svona köku, svona pakka. Já. Gefur honum svona pakka og hann opnar hann Arnar, og hann springur framan í hann svona eldur og hann verður allir svartur í framan. Já. Og Ívar svona hlæri gólátlega því. Ég heyri hvað þið finnst þetta að fyndi. Já, það er bara skín í gegn. Já, ég horfa á þetta endalaust. Ertu að setja þetta á núna? Já, þessa stráka.
Ertu að reyna að vera með leiðindi Arnar Grant og Ívar Guðmundsson? Já, ég má. Báðir hafa þjálfað þig með engum árangri. Einmitt, það er þess vegna sem ég er brjálaður út í það. Með situr hinn síkáti Sveppi Krúl. Þú kallaðum samt ekki oft síkáti? Jú, svona, það er töff að segja. Síkáti Sveppi? Já, líka þegar þetta er stuðlar. Já, reyndar. Ég reyna alltaf að segja eitthvað sem stuðlar, sko. En aulalegi auðun þá? Einmitt, passa mjög vel. Já, og líka að hendut fyrir þig. Ógeðslega flott. Ógeðslega töff, maður. Já, þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð og FM 957. Við verum með ykkur til 6 í dag og eitt og annað framöndan og margt búið að gerast. Það er rétt þér. Við erum búin að fara við víða möll. Heyrðu, við erum ekkert búin að hringja með mömmu þína. Nei, við hringdum í ömmu á hann. Við hringdum í ömmu þína. Já. Tölum við hana, það var mjög skemmtilegt. Já, hún var hress, konar. Maður veit nú hvað mamma þín hefur húmorinn maður. Já, hressleikan. Hressleikan og stemminguna. Beint frá ömmu. Beint frá bíli. Já. Eins og við köllum þetta. Já, það er rétt. En hvað, ég er ekki búin að heyri mömmu þinni bara í mánuð þetta. Viltu hringja hana líka, er það ekki of mikið eða eitthvað? Já, veist, það er komið nýtt ár, erum með einhver áramóta heiti, hvernig voru jólin, hvernig var kalkútnin? Já, ég reyndi að ég get sagt um áramótin. Já. Það voru að spila Actionary, en þetta er ekki tengt ölvun eins og þegar ég var að stríða einu sinni. Hún var bara búin að vera að vinna yfir daginn og... Þið er alltaf að spila á svona? Já, mikið spilaði í fjölskettinu, hátíðarnar og svona. Og hún var semst í einu Actionary liðinu og klukkan eitthvað 3:30 á gamlarskvöldur að spila. Já. Þá öskraði maður svona, mamma, giska eitthvað. Og satt hún bara... Og hún sopnaði í stólnum. Nei. Jú, í miðju Actionary spili. Og hún er mikið keppnismanniski, en ég tek það fram, þetta er ekki, hún var ekki dauð á áfengistöð, hún var bara alveg búin að þreytt. Þú er búin að vera náttúrulega langur. Gamlarskvöld er náttúrulega langur dagur. Já, og aðeins erfiðari fyrir hann en mig, sko. Já, byrjar 5 og þá er þetta, sko... Já, 5, hún náttúrulega að vinna við morgunin fyrst. Já, hún að vinna allan fyrir gamlarsdag. Jú, ég hringi manni, við getum strítt hérna þeim. Vinna allan gamlarsdag, svo er þetta að elda matinn og vera með allt tipp-topp. Já, já. 3:30, þó maður sopni. 3:30 nóttina? Já, drottinn minn dýri. Maturinn var líka stórkostlegur. En hún hefur verið búin að fá sér 1 G og T. Já, ég menna, það er alltaf smá léttín með spilum. Já, auðvitað. Það verður að hafa gaman að þessu. Já, það þýðir ekkert annað. Voruð þið heima á henni? Nei, heima á Mæju systir. Já, var henni bara dröslaði leigubíl og senda heim þá, eða? Það er akkurat það sem var gert. Við erum hérna með eina 4 gamla. Getið þið sótt hana? Halló. Já, komið sæl og blessuð, hún er komin á línuna, hún Hatti. Síkáta Hafdís Sveinsdóttir á 9 ári, hvað segiru? Minn góð. Hvernig ertu? Já, það er stemming í húsinu. Við heyrum það, hún er byrjuð að hlæja og hlustendur hlæja með. Ó já. Strákar, hvað er að? Aðdáendurnir eru búin að svala fíkninni sinni. Nú ætla að byrja fyrir your stráka aðdáendurna þína. Í hverju ertu? Ég ekki lægir. Það er bara gett fyrir the fans. Ekki svarið það. Hvað segir þið gott? Ég segi að fínt bara, það er ekki allt í lagi með okkur. Jú, það er sko allt í lagi með okkur, en er ég allt í lagi með þig, gamla? Já, allt í lagi með mig. Sko, við vorum að tala um hann, ég var að segja þessu Sveppa, það er ekki mikið að hringi mömmu líka, en hann vildi endilega heyri þér á 9 ári, sagðan. Já, hvað er að frétta? Já, gleðilegt árið, sko. Já, sömuleiðis, hvernig voru hátíðin? Það var fínar. Var þetta mikið stress? Nei. Mikið stress? Þú ert náttúrulega ekkert að bjóða í mat á aðfangadag og svona? Nei, ég má mat að búa jóladag. Já, þú ert að jóla, það er eins og mamma, sko. Já. Ég býð alltaf mömmu á aðfangadag og pappa. Já. Og svo er hún með svona smá samsæti alltaf daginn eftir, sko. Já, þetta var svona svipa núna. Og jólahangi getur hjá mér á jóladag. Já, ég segi það, sko. Þið viljið þetta mömmunda. Þið viljið nú eins einhvern sinni fá ungana svolítið heim til ykkar. Já, sjálfsögðu. Öðru hverju. Öðru hverju, já. Og svo gamlast, þá varstu náttúrulega bara... Þá erum við bara að spila, bara. Spilið þið? Já. Já, spila og haft gaman. Hvað voru að spila? Við vorum að spila smögulegt bara. Já. Langt fram til nóttu náttúrulega? Já. Þú varst góð í Actionary-inu? Stráka, ég nefnir ekki að tala við ykkur að ætla að fara að ræða það eitthvað. Nú, nei. Ég var satt að segja Sveppa bara að þú hefur orðin þreytt, það var mjög fyndið. Mæi eitthvað, mamma ætlar ekki að giska. Er ekki alltaf læti? Sopnuðu í stólnum. Já. Stráka, ég nefnir ekki að vera að tala við ykkur með ykkur leiðindi. Engin leiðindi? Jú. Ég veit hvað er þitt nýjársheiti. Já, það? Já. Það er að sopna ekki næsta gamlarskvöld. Ekki miðið spili. Stráka, hvað er að? Ég skilði svo vel, þessi dagur er svo þreytandi til lengdar. Stráka, ég nenni ekki að vera að ræða við ykkur núna. Ég get alveg lofað því að þú varst ekki eina húsmann á landinu sem var orðin þreytt 3:30, sko. Nei, var það ekki? Nei, þú ert ekki að vera skammast í fyrir það. Hættu auðvitað að ræða eitthvað, hvað er að
að gera? Ekki allt í lagi? Þetta bara sem að góður útvarpsmaður gerir, hann opna sig fyrir hlustendum. Já, þá var þetta ekki að ræða hvað móðin að gera það. Þú ert einn Þú ert einn stærsta stjarnan í þættinum. Það, já. En lígin í þér. Það er nefnilega með mömmurnar, sko. Þær kom okkur í heiminn og þær geta tekið okkur út úr honum líka, þannig að þú skalt fara varlega. Já, ég ætla að passa. Já, ég ætla að passa það. Ertu með eitthvað nýjársæti, mamma? Nei, ég er náttúrulega með nýjársæti. Nei, ekki? Nei. En eitthvað good shit ljóð eða eitthvað? Ljóð? Þú ert búin að vera ætt að reykja núna í rúma 3 mánuði, þú getur montað á því. Nei, ég ræði það ekki heldur. Nú hvað, ertu með eina í hendina? Já. Ertu að reykja? Nei, Auðun. Nei, ok. Nei. Ertu ekki ennþá ætt? Jú. Já, ok. Hvað er það? Af því þú vildir ekki ræða, ég held að þú verið kannski fallinn. Já, nei, það kemur bara einhver vinn nema mér. Ef var einhver hlustandi að nóti sem sér móður minn við sígarettu, takk ég hann af henni, hún er hætt. Það er bara þannig, ekki leiðin það. Það var ekkert annað að gera, heldur en að ringi mig? Nei, klukkan á rúmlega 5 í þættinum og við kynum það alveg, við áttum ekkert mikið efni eftir. En það ringi gömlu. Ég held að það hljóta að vera. Heyra hvernig þið líst vel á nýja árið? Já. Já, við heyrum það. Já. Þú ert ekkert smárhæs. Nei, þetta verður fínt ár. Við tökum aksjónari við tækifæri móta og við byrjum kannski aðeins fyrir núna. Við gerum það. Veistu það, að ég segja svolítið, pappi elskar að spila með systkinu sínum. Já. Þau hittast í hádeginu. Já. Og heima hjá systir hans pappa og spila til klukkan svona 9 kvöldi. Já, ok. Nú, það sitt að vinna? Nei, þetta er allt auðming. Nei, þetta er allt hérna. Nei, þetta er allt orðið svo gamalt náttúrulega. Þetta er allt orðið svo gamalt, já. En þetta var svona milli jól og nýjást, þá taka þessi frí, sko. Frí, já. Og þá hittast þau í hádeginu og spila því að þau nenna þess ekki, sko. Já, gott hjá þeim. Já. Það er rétt og mamma var fín þarinn. Já, það er fín þar. Frá hádegi til 9. En það er náttúrulega, þau er ekkert að drekka vín, sko. Nei. Nei, þú voru að hafa það baka eirað, nei. Já. Það þarf ekkert alltaf að vera vín í þessu. Hvað hættu þessu? Nei, ég er að segja að það þarf ekkert alltaf. Herðu, ætlaði að fara að ringi mér svona reglulegt að vita hvort ég hafi verið drukkinu? Nei, en í lokin, í hver ertu? Ég hættu þessu. Ok, við beðum að heilist það þér. Já, verður blessaður. Já, heyrðust. Bye. Hún getur nú ekki kvartað yfir hátíðarnar og ég á inni hjá henni smá bögg. Nó. Það skeytir ekki báli. En þetta var hún móður mín og hún er alltaf hress og alltaf gaman stríðin. Ég heyr alltaf þegar hún er hress, sko. Já, hún var í góðskap. Þá liggur rómurinn örlítið að herra. Já, hvað er af ykkur? FM 957 og Pepsi kynna Pirates 7D. Nýmynd í 7D bíó skemmtingarsins í Smáralind. Í tilefni þess að þessi magnaða mynd er komin þá gefst hlustendum FM 957 tækifæri á að skrá sig í keppni í Pirates. 100 þáttakendur verða valdir til að koma í skemmtigarðinn og reyna sig í þessum magnaða 7D bíóleik og keppa 100.000 króna vinning frá skemmtigarðinum. Myndin fjallar vonda og góða liðið og þú leikur í góða liðinu og ert að reyna að sigra skip sjóræningjana. Sigurvegarinn fær dagsferð í skemmtigarðinn fyrir sig og 5 félaga sína með leik, drykk og mat innifalið, pakki upp á 100.000 kall. Skráðu þig strax á fm957.is og hver veit nema þú standir uppi sem sigurvegari. FM 957, Pepsi og skemmtigarðurinn Smáralind. Salatvefjur Fabrikunar er hollur og framandi réttur þar sem brakandi fersku hráefni er vafið inn í salatblað. Réttur sem gerir einkaþjálfariðinn stoltan að þér. Svo getur náttúrulega bara fengið þér hamborgara. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Potturinn er tvöfaldur í Víkingalottóinu og stefnir í 800 milljónir. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Skiptibókamarkaður Griffils er líka í öllum verslunum Eymundsson. Sparaðu sporin. Griffill, alltaf ódýr. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu
Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Minn Pétur Jón Sigfússon sé að hlusta núna því að þetta er hans uppáhaldslag. Það heitir Midnight City með hljómsveitinni M83. Hvað er þetta uppáhaldslagi hans? Já, P.S.N. fílar þetta. Þetta og svo fílar hann sjálfsög Depeche Mode. Depeche Mode. Svo er hann líka, hann er mikill 50 Cent maður. Ok. Pétur Jón. Nei. Jó, Þyri. Hvað segir hann á Þyri Gara? Þyri Gara. Hann verður mættur hér á morgun með mér, hann Pétur Jón Sigfússon. Sultuslagur. Já, sultuslagur og mikið húlum, hæ. Styttist í HM í handbolta? Já, hvernig heldur okkur eftir að ganga núna? Ég veit það ekki, sko. Litla væntingar. Allavega hjá mér. Ég hef oft verið meira væntingar til landsliðsins. Maður vonar það besta. Það eina sem að maður er svona hræddur við að því að þetta eru svolítið nýju tímar, sko. Já. Nýr þjálfari. Tekur smá tíma. Óli Stef ekki. Leiðilegt að hafa ekki Óla. Því líka legendi maður. Það er svona svo að taka Gandalf úr Hobbitanum. Já, mér finnst það bara ættu allir Íslendingar að fá faðma Óla í Smáralindin einhvern tímann. Já. Hann myndi bara standa hann í vetrargarðinum, fá allir eitt faðmlag. Já. Þetta er ekki nema 300.000 manns. Já. Og ekki allir við kannski 2 daga. Nei, kom ekkert allir. Það er ekkert allir að koma norðan á faðmann, sko. Nei, þetta eru 120.000 manns solid. Þetta er liðið sem býr inn í borginni. Og bara Óli, takk fyrir allt. Já, og faðmann, og hann kvíslar kannski að manni svona algótt skal höfði þín nærveru sálar. Já, alltaf með svona gott tips. Já, svona tips fyrir lífið. Já. Ekki hugsa hvað aðrir eru hugsa. Hugsa sjálfa þig. Ég veit. Alltaf eitthvað svona sem að getur hjálpa manni. Já. Það er rosa skrítið stundum að tala við Óla. Já, ég trúi því. Hann sér allt í litum og... Já, tengi liti við lykt. Já, það... Í atvinnumjónum okkar og margt náttúrulega sem að var tekið upp og náttúrulega tekið upp alveg stanslöst í 3 daga en svo er þátturinn bara, hann er bara 40 mínútur eða. Og það var svo margt sem að mér langaði að væri í þættinum en var ekki. Og hann ekki það, það er ógeðslega gaman að tala við hann. Já. En stundum þegar maður tala við hann, þá bara detti út. Já, þá veit maður ekki alveg. Já, þá er ég allt í henni bara að byrja að hugsa um eitthvað allt annað. Já. Bara, hörru, ég fyrir að það songur. Ég var til að kaupa app í síman minn sem væri svona Óla Stef appið. Ég geti valið svona fróðleiksmála lífið. Það er eitthvað svona sent. Hann gerði nú eitthvað spil daginn. Það er nú eitthvað fróðan held ég. Já, ég veit ekki hvort hann hafi gert það, hvort hann hafi bara verið að auglýsa það. Nei, hann tók þátt í að gera held ég. Nú að það? Já, ég er endar að geta ekki dæmt spilið, ekki spila það. Nei, ekki heldur. En kannski er það frábært og hann vil líka vera með sitt eigi bekkjarkerfi hérna á Íslandi. Já. Og mér finnst einhvern veginn það sem að Óli Stef hefur gert fyrir þjóðina, ef hann vill eitthvað, gefið hann það. Já. Hver á að stoppa hann? Já, það er sant, maður myndir náttúrulega hafa varan á eða hann ætlar að fara að fokk í menntakerfinu, sko. Það er kannski ekki alveg uppsniðut. Það er kannski allir að setjast niður og ræða hugmyndir en maður stekkur ekkert á stað bara, ok, enga 6 ára bekk og allir í bí og allt á 30, eða skilur. Já. Maður ætlir að skoða hugmyndirnar en maður stekkur ekki til. Myndur þú vilja fá Óla Stef sem forseta? Já, já. Það er ekki bara. Nei, samt ekki. Akkur? Æ, hann er svo skrítinn. Það er gaman, ég meina Jón Gnarr er borgarstjóri, sko. Ég veit það, en hvernig er Ísland ef að, sko, Jón Gnarr er borgarstjóri, Óli Stef er fórseti og Björk stærsta stjórnarþjóðin okkar. Það halda allir í sem geimverur. Já, það er allt í góðu lagi. En ég er endur að sjá það núna. Maður er jafnsöður. Allt vinsalast og svona besta fólki á Íslandi er stór skríti. Já. Ekkert stór, ég meina, Jón Gnarr og Óli Stef og þau eru ekkert stór skrítin, en þau eru svona öðru í sig, meina. Já. Þau eru svona öðru sem við, henni venjulega fólki, sem að ég og þú erum. Já, við erum bara bólurinn. Já, við erum svolítið plebba, sko, bólur, já. Jón Gnarr er fyrirlegur, Björk er fyrirleg. Veistu hvað ég er spáð að gera núna? Jafnvel til að auka vinsaldið þáttarins. Já. Ég er spáð að vera svolítið skrítinn. Já, veistu hvernig þú getur byrjað? Hvernig? Alltaf þú tala við einhvern, horfðu á ennið á honum. Ég er að því núna. Prófaði það. Herru, það er bara allt annað að sjá þig. Það er nóg. Gerðu það í svona mánuð. Í viðtölum og svona líka. Alltaf að horfa á ennið á þeim sem þú ert að tala við. Það er fucked up, sko. Vinur minn gerir þetta og ég held að hann sé eitthvað geðugur. Þetta er nýja setið mitt. Ég ætla að reyna að vera skrítnari til að ná mér í vinsaldum. Já. Svo ég með þá. En það er... Líka byrjað að safna hári. Það er ógeðslega aðstæðanlegt. Já, herru, Tölum aðeins um það. Það er eitthvað yfir mjög aðstæðanlegt. Já. Ef þið gera það, er það fyrir eitthvað góðgerðarmál. Góðgerðarmál? Já. Gerðu það bara fyrir góðgerðarmál. Safna hári í ár. Safna hári í ár? Veistu hvað er þið ógætlegt?
Hart í hári? Hart í hári. Er hart í hári? Og þess að safnaði. En það er komið að lægin á leiðinu heim. Já, ertu búin að velja það? Já, ég er búin að velja það. Ég fekk ekkert að ráða með það. Þú fekkst ekkert að ráða með það, en það ætlaði að koma þér á óvart. Þessi mikli snillingur hefur komið til landsins. Hann er 66 ára gamall í dag. Sverrir Þór Sverrisson situr hérna beint á mótinu. Mætti einn svona tónleika hjá honum, mætti fremstur, var fyrstur á hurðina og var búin að míga á sig fyrir framan sviðið því hann tímdi ekki að fara á klósettið. Take it away, Mr. Bowie. Þetta er David Bowie, Lægi á leiðinu heim og það heitir Starman. Hvort sem þú ert David Bowie aðdáandi ekki, þá held ég sem öll sammála um það að þetta er helvítið. Heim og heitir Starman með David Bowie. Hann á einmitt afmæli í dag og er 66 ára. Lítur bara vel út kallinn. Stuttu starrið, hann og Mick Jagger hafa sofið saman. Er það málið? Já. Er það ekki bara myth? Er það stuttu staðrind? Já, ég ætla ekki alveg að svara fyrir það, en það er svona... Já, ég var búinn að heyra það, þeir voru báðir konum með leið og bara kynlífi og ákvað að prófa þetta. Já, ég meina, hver hefur ekki fíkt af því smá hommaskap? Guilty. Já, veist, ég er ferskur og hefur ekkert verið í því. Ekki ég heldur. Það er nú sennilega eina sem við eigum eftir félagarnir. Ég og þú? Já, við hefum farið svona langt með það, við erum farið í sleik við þið, ég hef káað þér, knúsast með þér. Hvort þetta er svona topp eða bottom gull? Ég bara ætti ekkert út í það og ætti mjög erfitt með að velja heldur. En feskur og þakka fyrir hlustununa í dag. Hann er mættur inn í stúdíu til okkar, hann Rikki G-blettur. Fóruðu ekki einhvern mann saman allsberri í bað? Jó, við fórum líka... Heimaðu mér með Hilmi Snæ. Já, og svo var einhvern veginn áskorun að faðmast naktir. Það er eitt óþægilegt sem ég gert. Þið fannst það ekkert óþægilegt. Hvað er þá að tala um þessi ekki búin að fikta einhvern hommaskap? Nákvæmlega maður. Já, reyndar. Þú getur alltaf sagt bara, ég hef hommast og það með besta vinni mínum Sveppa Krull. Ég get alltaf sagt sko að, ég get alltaf falið mig að baka þetta og bara vinna. Já, vinna, einmitt. Ég setti mig bara í spori leikara. Já. Ég manns náttúrulega að faðmast naktir hann upp á Nordica, þá var ég alltaf að hugsa, ég myndaði bara að þú sett leikari, ég mynda Brokeback Mountain og þessi gauðra, þeir þurfti að gera þetta, ég myndaði bara að setja í leiklist. Það skiptir engu máli að þetta tippið og mér snerti þig. Jú, það skiptir visst máli, en mér finnst það bara mjög óþægilegt. Þetta er bara, þetta er svo að gefa high five. En ekki það, þú þurftir eitthvað að fara með mjöðmina rosalega framálega svo ég myndi finna fyrir því. Þú fann svona eitthvað svona lítinn kýll, svona eins og, við erum með eyrnapinna. Það var hættu, þetta var skrítið moment og þetta var líka mun erfiðar fyrir mig að því að ég er með snertifælinu og þú veist það. Já, ég er nefnilega með andstæðina. Já, þú vilt snerta sem mest. Já. En það er búið virkilega gaman að vera hérna í dag. Ég þakka þér fyrir daginn, Sverrir. Já, semleiðis. Og þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir að nennan að hlusta á okkur. Já, nú getur hægt að hlusta og slökta útvarpinu og slaka á. Það er ekki geða næstu, nei. Það er ekki mættur að verða með ykkur til 9 eins og ég sagði það áðan. Og hann er að éta cornflakes, ekki bara cornflakes, heldur cornflakes frá henni Sollu. Þetta er lífrænt og himneskt. Því að Rikki G ætlar að vera 25% fita 1. maí. Og ég sé hann fyrir mig það sem að, sko, Nei, 10% fita, neyti ég, sorry. Hvað ætlaði hann að vera? Ég rugglaðist, hann sagði... 25% fita 1. maí. Það er það sem hann er í dag. Ég held að Solla, er þetta ekki grænt kostur Solla? Jó, ég held að hún sé svolítið þjóðvótt. Ég held að hún sé núna þessum töluðu orðum að hella úr cornflakespökkum í þessa póka og skella á þetta límmiða maður. Lífrænt, inn í búð með þetta. Svo fyrir Rikki G og svona auðlar og kaupið þetta á 15. En herru, takk fyrir daginn og Sveppi fekk sitt lag. Það var Starman með David Bowie og var lagið á leiðin heim. Nú ætla ég að fá mitt lag. Það heiti Click og hérna Kanye West og Jay-Z og félögum. Þetta finnst mér svalt. Takk fyrir daginn, bye. That you're running from, but if you got money, forget, 'cause I want some.